Þá loka ég mælendaskrá og Pavel fær orðið, gjörðu svo vel. Takk, kæru vinir. Ég ætla að gera nokkrar athugasemdir eins og aðrir. Fyrsta lagi það grein 18 það sem segir við sannfæringu sína og stjórnarskrá þessa. Mér finnst þessi viðbót ekki þörf. Að sjálfsögðu er þetta þannig að þingmenn eins og aðrir þurfa að lúta stjórnarskráni, en með sannfæringu sína skil ég sem að þeir séu bundnir að sannfæringu sínum í gjörðum sínum sem þingmenn, þar að segja í atkvæðagreiðslum og hvaða máli þeir tala. En það mætti þá skilja og væri mjög fljótt fara að skilja sig með þeim hætti að ef menn til dæmis var að tala fyrir einhverju stefnumáli sem einhver teldi að samræmdist ekki einhverju ákvæði í stjórnarskrá, þá væru menn fljótir að túlka þannig sem þeir mætti ekki gera það, mætti ekki greiða atkvæði með þannig hætti, og ég held að væri ekki endilega góð viðbót við þjóðmála umræðuna. Nú, í öðru lagi varðandi friðhelgi þingmanna, þá finnst mér heppilegra, í dag tillagan þarna að það þurfi samþykki þingsins eða þingmaðurinn játi sekt sína. Mér finnst heppilegt að fyrirkomulega væri þannig að það væri samþykki þingsins, þá kannski jafnvel aukin meirihluta í anda annara slíkra ákvæða í stjórnarskráni, þá væri þá ekki meirihluti hverju sinni sem geti ágert minnihlutanum eitthvað, og í öðru lagi hann geti sjálfur aflétt þessari þinghelgi ekki með þeim hætti að játa sekt sína, heldur einfaldlega að menn vilja stundum gefa ákæruvænd færi á það að ákæra sig og hreinsa þannig nafn sitt fyrir dómi. Þannig að það væri, mér finnst það heppilegra ef menn gætu ákveða aflétta þinghelginni sér sjálfur en ekki endilega með því að játa sekt sína. Og þá felst það í sér ef hann játar sekt sína, þá náttúrulega afléttar hann þinghelgi í leiðinni. Þannig ég held að þetta væri heppilegra. Nú í þriðja lagi þá varðandi setutíma ráðherra, grein 27, þetta auðvitað eitthvað sem maður þarf að vega og meta, tókast á ákveðin sjónarmið. Ef að þetta of takmarka, þá þetta ákveðin hægt að verði eins og í þáttunum Yes Minister, þar sem það eru embættismennirnir sem sitja án takmarka í mörg ár, sem kannski taka svolítið völdin af kjörnum fulltrúum þingmönnum hverju sinni. Ég held að sú lending sem nefndin hafi komist á sé góð, allavega góð byrjun, og ég styð hana óbreytta að svo stöddu. Takk fyrir.